Jón Gísli Jónsson og ég er fyrirliði landsliðs kjötiðnamanna. Ég ætla að sýna ykkur hérna flanksteik og hvernig best er að hantera hana. Flanksteik er vöðvi sem er að finna í slæginu og er svona einn af þessum minna þekktum vöðvum. Flanksteikina þarf að skera rétt eftir eldun. Vöðvaþræðinni þeir liggja svona. Eftir eldun er best að skera hana þunnt. Því ef þú sker hana ekki þunnt, þá á hann til að geta orðið seig. Flanksteik er steik sem hentar í margt. Hægt er að nota hann í steikasalat, tacos, pönnukökur, einnig bara sem steik og kartöflur. Frábær steik. Það sem ég ætla að gera með ykkur núna, að ég ætla að sýna ykkur hvernig ég tek flanksteikina og geri svokölluð pinwheels og lollipops. Hérna er ég búinn að vefja flanksteikina í svona matarfilmu og það sem ég ætla að gera núna er það að ég ætla að berja hana aðeins til með buffhamri til þess að fletja hana aðeins meira út. Þannig að þessu auðveldar að setja fyllingun í og rúlla henni upp eftir. Svona, nú er ég búinn að berja steikina svolítið út, fletja hana betur út þannig að þessu auðveldara fyrir að fylla hana. Við byrjum á því að setja smá olíu á hana. Nudum því í, báðar hliðar. Svona. Smá salt. Pipar. Svo ætlum við að leggja hérna spínat í hana, yfir hana. Þetta er vel að spínati. Svo er ég hérna með loga, osturinn Logi. Gerum núna er það, við rúllum steikinu upp. Reynum að gera það svolítið þétt. Nú er ég komin hérna með svona bambusprjóna sem ég stingi í gegn á nokkur stöðum, bara með jöfnu millibili. Svo þar sem ég ætla að sýna ykkur bæði lollipops og bara pinwheel, þá ætla ég að binda þetta á nokkur stöðum. Bindi hérna bara við prjóninu, þá helst hún líka bara betur. Svona, nú erum við búin að setja prjónið í gegn og binda þetta. Það sem ég ætla að gera núna, ég ætla að krydda þetta aðeins utan. Annan helminginn af steikinni ætlum við að elda í heilu og hinn helmingurinn skerum við í sneiðar. Hér sjáu þið hvernig þetta lítur út innan í. Þetta er ástæðan fyrir þetta kallað lollipop.
því þetta lítur út eins og sleikjó. Hér erum við með skörtsteik. Skörtsteik er frábær steik, bragðmikil og góð, hentar vel í tacos og einnig bara sem steik, bara steik og franskar þess vegna. Ég ætla að sýna ykkur hvernig best er að skera skörtsteikina eftir eldun. Hinvélið tökum við og við eldum það í óbeinum hita. Færum það á efri grindina bara strax og leyfum því að malla þar. Skellum við skörtsteikin á. Tökum við stuttatíma, flankið svo. Nú er pinnvélið búið að vera hérna í óbeinum hita. Nú setjum við smá stund beinan hita til að brúna það aðeins. Nú ætlum ég að sýna ykkur hvernig best er að skera skörtsteikina. Skörtsteikin er þannig að vöðvaþræðirnir liggja svona. Þannig að mér þykir mjög þægilegt að skera hana bara í tvennt, leggja hann ofan á og svo skera þunnt. Þetta er besta leiðin fyrir skörtsteikina.